Þá kom að þriðja liða dagskrá Þórssvæði umsókn skipulag til máls tekur bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, þetta er liður 5 í fundargerð skipulagsráðs dagsettri 29. janúar síðastliðin. Lögð fram að lokinni auglýsingu tillaga að endurskoðun deiliskipulags íþróttasvæðis Þórs. Ein athugasemd barst við auglýsta tillögu á kynningartíma ásamt umsögnum frá Minjastofnun Íslands og Norðurorku. Er tillagan lögð fram með nokkrum breytingum til að koma til móts við innkomna athugasemd, auk þess sem bætt hefur verið við 2 byggingarreitum vestan við fyrirhugaðan völl, þar sem gert er ráð fyrir gámum í tengslum við sjónvarpsupptökur og byggingarreit við norðvestur hluta vallarins fyrir hálf niðurgrafið tæknirými og snyrtingar. Er jafnframt lögð fram tillaga að umsögn efni athugasemdar. Skipulagsráð telur mikilvægt að bætt verði kafla í ljósvistarskipulag Akureyrarbæjar lýsingu á keppnisvöllum og verði birt á heimasíðu Akureyrarbæjar. Og það var einmitt efni þessarar athugasemdar sem að kom fram í málinu. Ráðið samþykkir umsögnum innkomna athugasemd og leggur til við bæjarstjórn að endurskoðun deiliskipulags íþróttasvæðis verði samþykkt með tilgreindum breytingum eftir auglýsingum. Takk. Það var bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tektur máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það var góð umræða þetta mál inn í skipulagsráði og fínt að fá þessa athugasemd inn, að þetta var kannski ekki eitthvað sem að pælt í glýjur og eitthvað orðala sem að við kannski þekktum ekki alveg sem á þá held ég við ljósmengun, en þetta er eitthvað sem að við munum þurfa held ég að huga meira að í framtíðinni. Það er sem sagt lýsingar við keppnisvelli og við sjáum bara lýsinguna til dæmis upp á Káavelli sem ég held að þeir hafi brugðist við með skilstafi einhverju hafi kvartaðni upphafið en þeir brugðist við og ég hef ekki svo sem heyrt neina kvartanir. Ég veit að klukkan á Þórsvellinum hefur aðeins verið að stríða nágrunum og lýsir upp eldhúsi hjá nágrunum. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að huga að og þess vegna tel ég bara mikilvægt að fari verði í að bæta þessum kafla í það sem kallast ljósvistar skipulag Akureyrarbæjar, en ég fór að leita að því og fann það hvergi á heimasíðunni en sá síðan að UMSA hefði bókað í maí að því er komið fyrir á heimasíðu sveitarfélagsins, þannig að fólk geti gluggað í það plagg. Þannig að mikilvægt að það verði gert þess ekki. En bara aðeins að fyrst við erum að ræða sem sagt ljósvistar skipulag að keppnislýsing er alltaf að verða meira og meira og ég ætla bara aðeins að hætta mér aðeins inn í íþróttapólitík. En mér finnst bara mjög sérstakt að einu svona ári komi KSÍ saman á ársþingi og setji alls konar reglur lýsingar á keppnisvöllum hjá sveitarfélögunum án samráðs við sveitarfélög. Það er verið að skuldbinda sveitarfélög fjárhagslega án samtals við þau sveitarfélög og ég hef komið þess á framfæri við stjórn sambandsins. Það hefur verið óskað eftir fyrir löngu síðan fundi með KSÍ út af þessu máli og í hvers skipti sem að ég kem inn sem varamaður í stjórn og spyr ég þetta mál og hvar það sé statt og ég ætla mér að halda áfram að ýta á eftir þessu mála því mér finnst þetta alveg galið að við sveitarfélögum höfum ekkert þetta að segja. Og þessi verið að hvað er á lítið sveitarfélög út á landi að hafa lýsingu sem að uppfyllir Evrópukeppni staðla er bara mjög spes. Og það var gaman að vísa í viðtal sem ég hlustaði fyrir ekki svo löngu við mann sem er mikið í íþróttapólitík og hann var einmitt að nefna að félög út í löndum skildi ekki alveg hvernig þetta virkar á Íslandi. Þið keppið í milljarða höllum en eigi svo ekki fyrir samloku á ferðalögum. Af því að fólk áttar sig bara ekki á því að það eru sveitarfélögin hér sem borga. Þannig að þetta er bara eitthvað sem að við þurfum að standa í fæturnar og taka þetta samtal við KSÍ. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir lokið máli sínu, orðið er laust.
Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti bæjarfulltrúar, takk fyrir þetta góða innlegg bæjarfulltrúi Sunnarhlíð. Ég bara á meðan ég var að hlusta á því, þá rifjaðist upp fyrir mér akkurat það sem kom fyrir, svo ég haldi náfram á sömu nótum, sem kom fyrir okkur þegar ég satt í UMSA, að þá var þar áætlunum ljóskastara við Káavöll upp á einhverjar fáeinar milljónir, síðan kom þessi krafa fram og fyrir vikið þá hækkaði ljósastaura reikningurinn 20 milljóna, þannig að þetta var mjög þörf ádreipa. Takk fyrir hana. Bæjarfulltrúi Jón Hjaltason lokið máli sínu, orðið laust. Þess að fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt umsögnina og breytinguna gefur merki. Það eru 11, takk fyrir það.